Úr síðasta þætti. Krakkarnir komast að því að Súsanna í raun og veru illur jólavættur sem heitir Anna Sús, sem stelur æsku barna til að lifa af árið. Hún fangar hana í sérstakar jólakúlur. En þar sem búið að rífa blaðsíðu í bókinni, þá vita þau ekki hvernig fara á það að því að losa æskuna og þar með bekkjarfélaga sína úr kúlunum. Tinna ákveður að fórna sér til þess að hægt sé að komast að því hvar Súsanna geymir kúlunar. En hvernig eiga krakkarnir að komast inn? Þetta gangslaust. Hurðin og last, við komumst aldrei inn. Við þurfum bara að finna lykla að þetta stórmál. Ég veit hvað fáum þá. Fylgi mér. Góða daginn, krakkar. Hvað er gert fyrir ykkur? Okkur langaði bara aðeins til að athuga hvernig þið þætti Súsanna, nýja umsjónarkennarann okkar. Já, hún Súsanna. Dásamleg, hreint í alla staði. Og góð kennari vitanlega. Og hvað veistu mikið hana? Ekki mikið svo sem. En ég hef gert eina kortið frá foreldrum. Nei, hún er algjörperla. En veistu, hún er alltaf að tala þig. Hvað segirðu? Hvað sá hún eiginlega? Bara hvort skemmtilegur og klár og myndalegur og eitthvað. Já, ég skal segja ykkur það. Og ég frétti hún væri einhleip. Einmitt það, já. Jepsi Pepsi kallið minn, en nú höfum við tefið þú lengi. Bless. Takk fyrir innrétti, krakkar. Þetta er nú alla dauða lýsa höfði. Ég trúi ekki að þetta við alvörinu virka. Auðvitað virkaði þetta, þrátt fyrir smjörputanans hans. Þórhallur skólastjóri er auðvitað sjúklega skotin í Súsinu. Þið hljótið að segja það. Ói, ímyndið ykkur. Þórhallur og Súsanna. Þannig eru hryllingsmyndar búin til. Vertu ekki svona bardalegur Hans. Mér finnst það bara kjút. Já, auðvitað væri ekki Þórhallur skólastjóri og hundgamall creepy jólavættur sem stelur börnum. Þá er þetta bara krútlegt. Ef við kannski hætta að hugsa ástamál skólastjórans og huga frekar að því að bjarga vinum okkar. Ó, já, auðvitað. Jæja, hingað erum við komin. Við erum búin að finna tréð. Hvað nú? Og brjóta henni kúlu? Það er of hættulegt. Munið, ef við brjótum kúlurnar án einhvers sem veitum hvað er, þá er æskan og einstaklingurinn sem bjó yfir henni horfin að eilífu. En eitthvað verður að gera til þess að pröfa okkur áfram. Við getum alltaf byrjað á Hilmari Rekkjussyni. Hann var alltaf leiðilegur við mig í 5. bekk. Nei, Hans. Viltu vera með líf einhvers og samviskunni? Við þurfum að reyna að finna út úr því hvað við erum að gera. Það var talað að það væri aðeins ein leið til að frelsa æskunum kúlunum. Það þurfti að finna að spila og svo að búa að rífa blaðsíðuna. Það getur verið hvað sem er. Spila borð, spila stokkur, spila kassi. Spiladós? Já, nákvæmlega. Spila dós, spila borð, spila fíkill. Nei, ég er að meina að það er spiladós hérna, Greta. Tilviljun, ég held ekki. Heldur ekki ég. Þetta er líka jólaspiladós. Og hvað svo? Ég veit ekki. Við skulum halda áfram að skoða herbergið. Kannski finnum við fleiri vísbendingar. Rólegur, Tinna. Þú ert að fara að slappa. Hans! Settu kúluna niður! Þú missar hana örugglega! Róaðu þig, Greta. Ég er ekkert að fara að missa hana.